Inni þekkja þau og fangelsisstjórinn verður vel verndaður. Einhver heima? Einhver heima? Einhver heima? Þú Gísli frá Kvíabryggju, fangelsisstjórinn hér? Ég Gísli frá Kvíabryggju, en ég ekki lengur fangelsisstjóri, ég ekki lengur fangelsi. Mjög undarlega, því staður líkist aldeilis fangelsi. Þetta ekki fangelsi, hér engir fangar. Og fangelsi án fangar eins og lambakjöt án sósu og eins og barn án móður og eins og ráðherra á ráðuneytis. Já, ekkert fangelsi lengur. Já, hvar eru fangarnir? Flúnir, þeir flúðu allir. Við vorum eins og fjölskylda hér. Ég fór með á alla eins og börnin mín. Ég dekraði við þá, en sýndu þeir mér þakklæti í staðinn. Nei, sjáðu sjálfur, maður minn, sjáðu sjálfur. Þeir grófu göng allt fangelsið. Þeir mútuðu meira að segja vörðunum til þess að grafa með sér. Verðina sem ég réði, síðustu fangarnir eru þó að grafa sjálfir. Þeir áttu það skilið. Það eina sem eftir er að tína saman smotteri og fara sjálfur. Ferðu út dyrnar? Já, ég veit að það er óvinnilegt í þessu fangelsi, Það best í útskýri. Eru til einhver göng hér? Já, undir teppinu þarna. Fanginn sem sá að taka til á skrifstofu minni, skellti sér í það að grafa þau. Og ég sem treyst honum alveg. Hlustaðu, og ég segi þér hvers vegna þú ferð út göngin. Mikið að lengi að koma sér út úr fangelsinu. En það? Ég var 40 ára að komast út. Þakka þér fyrir, lukkuláki. Það er aðeins eitt sem hryggir mig. Að einhver annar eigi eftir að sitja við þetta borð og taka við sem fangelsisstjóri hér. Ekki æsa þig yfir því, Gísli minn. Hér verður engin annar fangelsisstjóri. Nú, þarna kemur lukkuláki. Hann er einsamall. Hvað er eiginlega fangelsisstjórinn? Hann neitar að fara. Neitar að fara? Jöp, hann neitar að yfirgefa sinn stað. Jæja þá, hvað gerum við? Ef einhver vill ná honum út, verður sá hann saman að sprengja staðinn í loftu upp. Ég er með hugmynd. Við sprengjum fangelsi í loftu upp og fangelsisstjóran með. Frábær hugmynd, Jobbi. En hvernig eigum við að fara að því? Nó, þetta þýðir að við þurfum á sprengiefni og skóplum að halda. Sprengiefni og skóplu til sölu, sprengiefni og skóplu til sölu. Mikið er hann undarlegur. Það verðist ómögulegt að ná af honum tali. Það er satt. Leið hann sér viðskiptavinn stingur hann af. Nó kom það kjaftaði. Förum að vinna. Nú hljótu að vera komnir. Eru þið með sprengiefnið? Hér er það, Jobbi. Höfum nóg langar sprengilhós svo hægt sé að kveikja á honum úti. Ert þú með hann, Kobbi? Nei, Jobbi, þú varst með hann. Ég veit ekki hvar hann er. Hvernig finn ég hann í myrkrinu? Býttu við, Jobbi, ég er með eldspýtu. Vel að sér vikið, ykkur hefnaðist það. Ég leitaði allt en það var hvergi líf að sjá. Fangelsi er horfið og fangelsisstjórinn með því. Sko, þeir hafa gert það aftur. Það er annað fangelsi sem þeir hafa stolið. Þeir eru ólæknandi. Þeir eru ólæknandi.
Sá næst indjánahundingi, töframaður að nafni Snáksfjöður. Hann býr á miðri Þorsta-eyðimörkinni. Þorsta-eyðimörkinni? Það væri verið ef það hefði verið hungur-eyðimörkin. Sléttan falleg og grasið grænt. Gott eifa þar sem allt jafnvænt. Farvegi árna fara sinn veg. Og fallvötn í börðum yndisleg. En eyðimörkin birtist svo óhugnarleg. Eldheit og kæfandi og skelfileg. Það rægammal þjóta í þögninum sinn. Já, þetta lag Dalton bræðra söngurinn. Það sólin skín og hún bakar hvít bein af beyglausum manni sem þeir kölluðu Stein. Gæsluvöllurinn alveg yfirgefinn það alls ekki að hitna í kolum hér. Og sá einn sem hattur í hjartanum ber, hætti sér á stað sem þennan hér. Þar sem hætturnar leynast og þjaka postinn. Já, þetta lag Dalton bræðra söngurinn. Þetta alltaf að versna. Nú einhver búinn að stela útsýninu. Heyrðu, það allt vatn búið. Nei, Jobbi. Þú vildir ekki hlusta á mig. Ég sagði að það væri búið áður en við lögum á stað. Það er rétt, Jobbi. Þú hefur átt að hlusta á hann. Við erum í klípu. Ég stýri þessum hópi, ekki hann. Fyrst hér ekkert vatn, hugsaum eitthvað annað. Við syngjum. Það alltaf flotti, alltaf ekkert nema sjóðan, segðu. Þegiðu uppi! Sko, þarna tjaldið hans. Heyrðu, Snáksfjöður! Þú bíða. Ég í baði. Í baði? Hvað vilja fölskinnar? Jável í eyðimörkinni kemur einhver í heimsóknum leið og maður fer í bað. Við þurfum að drekka. Að drekka? Augnablik. Þú ert einn af þeim sem kom Hinrik frænda í snöruna. Við erum komin til að drepa þig. Við þurfum að drekka, Jobbi. Ég er að skræðna. Viðskiptavinur gengur fyrir. Við drepum hann og svo skálum við eftir. Þessi drepið Snáksfjöður fáið ekkert að drekka í Þorsta-eyðimörkinni. Þið hljótið að vera vittlausir að halda að þið finnið vatn hér. Jæja. En baðkarið? Ég, töframaður, ég geri mikla töfra. Ef Snáksfjöður er drepinn fáið ekkert vatn. Vatn kemur með töfrum. Þá gefur okkur fyrst að drekka og við drepum þig á eftir. Það sýnist mér sanngjarnt. Það er mjög sanngjarnt. Þið bíðið hér. Fölskinni, þú ekki þyrstur? Jú, en fyrst ræðum við saman. Mér er ekki illt í huga, en ég hef ekki trú á vatninu þarna. Fölskinni með heila í hausnum. Það er ekki rangt að halda að vatni sé frekar sterkt. Nú er ég búinn að fá minn skamt og hvort ég skal ekki núna... Ég setja froskahaladuft í vatnið. Froskar í eyðimörkinni? Ég líka eiga dimman og rakan helli og reynda líka góða og velkælda drykkjanda fölskinna, appelsín, mjólkurhysting. Hvernig virkar froskahaladuftið á þá? Bara dásamlega drauma. Nú er nógu tími til að ræða saman. Hlusta á. Drauminin er að byrja.
fingers of your hand. Sticking together like a brother should. Without each other we never could. It's understood, be the handsome gunners known as dolphins, dancing like feathers on a string. Witty and charming and so very chic, you'll have to admit that no one could be so neat than the famous Dalton boys. Jobbi! Vaknaðu, Jobbi. Hvar snáksbjörður, ha? Þú drafst hann, Jobbi, manstu ekki? Já, jú. Nú leggjum við hann, hér ekkert ógert. Já, það rétt hjá þér, kúriki. Upp með ykkur, strákar. Hafðu engar áhyggjur á heimferðinni, félagi.
Ég samdi við Snákspjöður, hann lofaði að við höfðum nóg að vatni. Þvílíkt veðurfar. Maður veit aldrei hverju maður á að vera. Það kemur matur. Hvert í logandi? Hvað er að finkaninu, Poncho? Hann beit að næstum afgarmel. Hundurinn? Nei, ekki hundurinn karamba, svo stærsta mönnunum 5. Maður verður að vera snöggur þegar hann rétt honum diskinn. Já, við höfum frétt að Lási Boga læknis hérna einhvers staðar í nágrenninu. Lási læknir, sí, ég þekki hann vel. Hann kom hér við í morgun og var á leið norður, þú nær honum brátt. Gott, kom okkur þá á stað. Senjór, áður en þú ferð. Ég skal sjá reikninginn. Gott, ef það er það sem þú vilt, það. Heyrðu félagi, en þú þekki víst Lása lækni. Sí, mjög vel. Hann er góður vinnur. Hann er svolítið, hvernig á að orða það, senjór, skottulæknir. En hann gerir engum einn. Lyfjaglösina hans eru fyllt með vatni, nema engaglösina hans. Það er spýribrukar úr kaktusum sem honum er útvegaður. El doktor nota vatn bara til að svo sér úr. Við býðum hvort ekki. Það er að koma. Vilt þú smakka, senjór? Næst ég kem í bæinn, vertu sæll félagi. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. La 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 og svo framvegis. Oh my darling Clementine. Bum, 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 bum. Kæri vinur, ég gef þér vel í glas næstur við stoppum. Mér sýnist sjúklingar séu að koma hér, best að bíða þess. Ert þú Lási Boga læknir? Það er rétt, mér sýnist til eigi við mig mjög brýnt erindi. Það er rétt, heyrðu mig. Þið hefðu ekki getað fundið betri mann. Ég hef sótt marga fræga háskóla, svo nokkur séu nefndir. Í flöskum mínum eru efni sem fær ykkur heilsu og þor. Sjáðu nú til, við erum ekki komin hérna til að... Varðandi heilsu ykkar skuluð ekki hafa ómiklar áhyggjur, en þið líti illa út. Mér sýnist þið hafa öll einkenni verstu hrörnunar og vesældóms. Það sér blindur maður að þið þjáist að sterkri livrarbólgu og magakvillum. Þið eru sljóið augnana, lungunur og kraftlaus og vöðvar slappir. Byrjum á einhverjum, þér þarna, mér líst bara engan veginn á hvernig þú ert í heilanum. Og dýri þarna, sem geti líkst hundi, sýnist mér sem hann sé fáránlegt dæmi þann gálgahúmor sem náttúran leyfir sér einstaka sinnum. Það hefði getað farið illa ef þið hefðu ekki rekist á Lása Boga á leiðinni. Ég er vafasamur náungi, hvað er ég að segja? Góðgerðamaður mannkins. Ég hef lagt dag og nótt og loks tekinn stað fullkomna elexír sem er, ég veit ekki á í hvað. Reyndu hunskast til að þegja. Það læknar alla, af hverju sem er, menn og skepnur og ég sel þennan elexír ekki fyrir 100 dali, ekki fyrir 50 dali, ekki einu sinni fyrir 20 dali. Ég sel hann fyrir smotteri, ég sel hann á 5 dali glasið. Ég ger þetta ekki í gróðarskinni, heldur aðeins til að gera mér fært að halda áfram rannsóknum mínum. Það er nóg komið, hlustaðu nú. Jabbi, mér líður frekar undarlega, kannski getur þú elexírinn hans. Ég líka, mér líður ekki vel. Hvers vegna tökum við ekki elixírinn Auðvitað er það hægt, þótt mér líð ekki sem allra best sjálfum að þá að... Já, er þetta skammtur af þessu elexi þínum? Nei, hvert er logandi, þetta lyf er ekki til sölu. Er það hættulegt? Mjög hættulegt, en hins vegar getur elexírinn. Eitur. Einmitt, þetta er eitur og það er sterkt. Þetta er nógur skammtur til að gera að passja ættbálki, riddarliði eða íra að skemmta sér. Ég veit hvað þú hugsa, Jobbi. Jæja. Þetta er djöfulegt ráðabrugg. Hvað þá, ég? Já, þessi hugmynd þín að láta lækninn drekka sitt eigið eitur. Þú sparar kúlur. Það er rétt. Þannig sjáu þið, strákar. Djöfulegt ráðabrugg. Og já, mörg þeirri svona. Drekktu eitrið sjálfur skottulæknir.